Góðan daginn og velkomin í þáttinn okkar, Guðsorð þáttinn okkar sem við erum búin að vera með hérna í árum saman. Vegna þess að ég hef nú til einfalt svarið því í sjálfu sér. Að það hefur maður lært gegn tíðina að þessi drottinn byrja meðvillana í langan daga, langa endingu. En ég náttúrulega aðeins sem að ræð því svolítið hvort að úthaldið sé nægilegt og trúi bara fær að hafa sinn vana ganga þá er það ekkert málið. Það bara gerum við þetta eins og drottinn vill og við segjum svona í stóru yfirlýsingun okkar að við séum dáin sjálfum okkur og þá líka skulum við bara vera það. Við erum að vera það, kæru vinir, sem við segjumst vera. Og gæta okkur á því að vera þá bara með guðlega viðmið og það er sanna í málunum. Það er guðlega viðmiðið. Þess vegna eigum við alltaf að venja okkur á að segja sannleikann en sláum stundum okkur með ósannindum en það er ekki góð leið. Það ættu við aldrei að gera og aldrei að taka upp og né brydda upp á og né bara leiða hugan að. Ef við erum í ósannindunum þá erum við bara beintengdir djöflinum og ekki viljum við það sem kristnir menn. Í Kristi býr bara sannleikur. Vissum við það? Já, við vissum það og við vitum margt en gerum ekki alltaf það sem við vitum best og réttast. Það er vandinn. Af hverju? Já, segð þú mér það? Ég veit það ekki. Ætli við verðum bara ekki að benda á þennan briskleika mannana og að kannski að reyna að fela sig fyrir sömu. Ég held að það sé nú örugglega svona töluvert inn í vindinni. Því stundum erum við ekkert að lifa í sannleikunum. Við segjumst lifa í honum og tölum svo sem allt og mikið en kannski ekki allt sem við erum að gera. Það er ekki gott. Því við eigum bara að vera með lífið okkar í ljósinu og Kristus segir það. Og þá erum við ekkert að gera neitt, pukrast með neitt sem á ekki við. Og það er með þetta sem við erum að pukrast með vegna þess að það á ekki við og við vitum það sem við viljum ekki tala um. Og svo komum við upp með fallegu myndin okkar sem við erum búin að búa til sjálf sem er ekki nema hluta til rétt kannski og það er ekki það sem við eigum heldur að gera. Og það er heldur ekki að koma fram með sannleikan á vopni. Það er svona sannleikur sama við ósannindi. Og hvað ert að búa til það? Segðu mér það, ég veit það ekki. Þess vegna við bara temja okkur við það sem er satt og rétt og við getum það alveg. Það er nú galdurinn við þetta allt saman að við getum alveg komið bara fram, hér er ég, þetta er ég, svona er ég og þú ræður hvort þú tekur við mig svona eða ekki. Nákvæmlega. En þannig eigum við að koma fram, hér er ég, þetta er ég, svona er ég og nú, ef þið líkar ekki við þetta, náttúrulega þá bara verður þú að fara eitthvað annað. En þetta er ég, þetta getur við sagt. Og vitið það, kæru vinir, að þetta er framkoma sem að mönnum líkar við svona þegar fram í sækir. Þetta er framkoma sem segir einstakling, þessum einstaklingi er hægt að treysta. Er þetta að treysta öllum? Svaraði mér því, þú veist að það er ekki. Af hverju? Þegar menn hafa tamist við einhvern nósið að vera bara með sumt frammi. Maður þarf ekki að segja allt, nei, þú þarf ekki að segja neitt. En þú getur sagt allt ef þú vilt það, en gettu því ná að það sem þú segir
sé sannleikur. Það er sannleikurinn sem flýtur alltaf ofan á. Ósannindin, þau sökkva, síga og svo sökkva þau alveg og hverfa. Það er í eðli ósanninda að fara þessa leið. En sannleikurinn, hann er alltaf sá sem að flýtur. Hann er svo korktappi sem þú ýtir með lófanu niður í vatn og tekur undan og bang, korktappin kemur upp. Þetta er sannleikurinn. Það er hann sem að sigra rendingu, þó að hylja mál og svo framvegis og bera fram ósannindi, það sekkur allt. Og sannindi kom upp, eins og Kristus segir, talið um þetta og þökum uppi, sem sagt. Það sé heyrið og ég segi hvíslaði heyra, bara upp á þak með og öskraði þar. Við höfum alltaf að venja okkur á það að segja bara það sem er satt og rétt. Og ég hygg að með sannleikann á opni þá breytist margt í þessum heimi. Þessi orðhengis háttur að segja bara sömt af því sem þarf að segja, þetta er bara óvinna, ósvinna. Og ætti ekki að þekkjast, en þekkist vegna þess að við leyfum þess að þekkjast. Að því við sjálf erum ekkert mikið fyrir það að segja allt. Auðvitað þurfum við ekkert að segja allt. Það er alveg rétt. Og við í raun og veru eins og vorum að tala þá þurfum við ekki að segja neitt. En við hefum talanda sem við notum óspart og segjum sumpart satt með og sumpart ekki. Að því við erum svo tvískiptar manneskjur. Það er eitt af því sem að Drottinn og trúin og á Jesú er að lagfæra og gera þig opinberari. Þannig séð sem einstakling sem þetta sem Drottinn, ég tala nú ekki um það, er að senda til okkar með hvað? Það liggur alveg fyrir, fagnaðarerindið fyrst og fremst. Það er hlutverk og hlutskipti hins kristna manns þar að bera fram fagnaðarerindið. Það er ekki, eða hvað? Er ég líka að misskilja þetta? Nei, ég held ég sé ekki að misskilja þetta. En þetta er allavega sá Guð sem ég þekki sem tala með þessum hætti. Og ég hef fengið að ganga fram í sannleika og ég er þakklátur fyrir það. Og Drottinn hefur treyst mér fyrir sannleikunum og ég er líka þakklátur fyrir það. Því að það er upphefð að vera treystur honum. Því getur lofað. Þannig að upphefðin er margvísleg, en svona upphefð er ekkert endilega hátt skrifuð hérna í þessum heimi, þessum fallna og villta heimi. Hann segir bara sannleikann þegar að henta honum betur. Og þess að milli er hann með einhverja sögursagnir til að hylja slóð, ég tala ekki um það er nú bara þekkt ráð. En slóðin mun síðar, þó síðar verði koma fram. Þannig að hættu þessu bara. Bara segðu það sem gerðist og segðu það eins og það gerðist. Og ert ekki að búa til neitt um það því að þú veist hvað gerðist, annars og ég veit hvað gerðist í mínu lífi og betur öðrum mönnum. Og ég get sagt það, ef ég vill það. En akkur ekki að vera því? Mitt líf er bara ósköpunilegt líf og svo sem, markvert auðvitað eins og allt líf manna er, en ekkert meira gest hjá mér heldur en bara þér. En auðvitað á sinna hátt merkilegt, því að lífið er bara merkilegt. Og það sem ég sé með mínum augum, það er þú ekkert endilega að sjá. Þess vegna getum við lýst sama atburði með sitt hvoru sjónarhorninu, en erum samt að lýsa sama atburði, en eins og við sáum hann. Ég sá hann svona og þú sást hann líka, en lýstur hann svo lítið öðru sem ég geri. En við erum að lýsa sama atburðin og við erum bæði að segja satt og rétt frá. Og það megum við. Og það eigum við að gera. Satt og rétt. Það er ekki hátt skrifað í dag, satt og rétt því miður. Alltaf. Þannig það er verið að búa til ýmsar sögur
allt og ekki neitt. Af hverju? Af hverju er verið að búa til ýmsar sögur allt og ekki neitt? Af því það hefur verið að fegra hlutina. Það hefur verið að setja upp aðra mynd en raunverulega er. Svona er heimurinn. Hann liggur allir í lýginni, hann liggur allir í óheiðarleikanum. Og satt og rétt, okkur vestorðið tunga tönn með að bera það fram, því við vitum það ekki alltaf. Og svo við reyndum það að við erum ekki alltaf að kynna okkur hvað er rétt. Við förum bara á stað með mál og erum búin að búa til einhverja mynd í kolli okkar atburðarásina og við erum bara þar. En hvað er satt og rétt? Í mörgum tilvikum er satt og rétt allt annað en hingað til hefur haldið fram. Satt og rétt er allt annað. Það er verið að tóka þetta núna, bara verið að benda á það, við erum sannleikans veginn í lífinu og byrjum bara hér og nú og höldum okkur þar. Við sem elskum Jesú, mörg okkar elskum Jesú og Kristur kom til að segja okkur sannleikan. Ekkert síður okkur sjálf en einhver aðra. Einkum og sérlega segja hann sannleikan okkur sjálf. Og það er eðlilegt. Kristur dó fyrir einstakling. Og hann gaf hann trú, einstaklingi trú og fyllt hann með sínu sannleika. En hver og einn okkar hefur frjálsan vilja og getur ráðið hvort hann fari fram með þennan sannleika Krist eða haldi áfram að svona dylja eitt og annað. Auðvitað þurfum við ekkert að segja allt og sumt má kyrrt liggja og þarna kemur upp svona viska mín og þín hvernig við eigum að gera þetta. Þetta er viss lærdómur sem við þurfum að eiga okkur og eigna okkur og við höfum hann. Við höfum hann í gegnum Krist sem er allt í okkar lífi frá degi til dags og alltaf. Hann er það sem ég er. Hann er það sem þú ert. Og hefur alltaf verið og verður áfram. Þannig við náttúrulega gefum honum bara verkleyfi í okkur og svo segjum við það sem hann vill að við segjum. Og kennum kennslu sem hann vill að við kennum. Og það er ekkert hver sem að getur sest, já til að mynda fyrir svona framan svona myndavél og farið að kenna Guðs orð. Okkur er ekki allir með talanda? Jú, það er allir með talanda. En þú verður að vera knúin af heilugum anda sem flytur orð Guðs í gegnum þig, þinn munn og þitt hjarta. Og þá ertu að fá kennslu sem að næri hjartaðið og hjarta þitt meðtekur kennsluna og veistu af hverju. Það er einfalt svar til við því. Vegna þess að andið þinn er heilagur eins og andi minn er heilagur. Þeir talast eða þeir sem sagt hlusta hvorn á annan í gegnum þess vegna myndavélar augað. Þannig að þú meðtekur þetta þar og ert náttúrulega með einhverjum þekkingu á orði Guðs og þú staðfestir þetta að svona er þetta. Það er nefnilega viska að fylgja Guði. Og þessi viska hún vex meðal trúara en sennilega minnkar hjá heiminum. Heimurinn í sínum blekkingum, hann meðtekur ekkert svona og við vitum það. Hann kemur gegn þessu aftur og aftur og vegna þess að hann er að koma í gegn Guði. Eins og Drottinn segir sjálfur, þeir eru ekki að hafna þér, þeir eru að hafna mér. Nákvæmlega. Ég er ekkert merkilegri maður en þú eða hvers sem er. Og ef einhver hafna mér, þá er hann að hafna Guði í mér. Ef einhver hafna mér, nei, það er nú ekki verið ennþá, maður veit aldrei svona hvað gerir. Og í sjálfu sér er mér alveg saman það ég er ekkert að pæla í þessu vegna þess að
Ég bara ber fram það sem Drottinn að tala Og ég hveti sömuleiðis þess að gera það sem Drottinn að tala vegna þess að hann að tala það. Og þetta Drottinn talar réttkennsla sem gagnleg kennsla og góð kennsla sem drífur þig áfram. Alltaf áfram. Hann segir við mig, konar þú ekki stoppa núna? Ekki stoppa hér, þú tekur skrefin áfram. Framundan það sem ég ætla að láta þig hafa. Ertu til í það? Og ég segi já, stattu á fætur og sagtu það. Það bara í slóðinni. Þegar segir ég verð að taka mín trúarlega skref á hverjum degi. Og nú nýr dagur þar sem ég fæ tækifæri til að taka mín trúarlega skref eina ferðina enn. Og líka mér það ég elska það bara. Svona gerir trúin að hún leggur áherslu á þetta. Þannig að allur hégómi, hann skilinn eftir. Og hvað hégómi? Ráð heimsins eru hégómi. Ráð heimsins eru í raun og veru engin. Því að öll ráð heimsins eru bara, eru hrynja. Já, hrynja, það rétt orðið. Og ég getur séð langa slóð að rundu verkum á bakvið okkur. Bæði okkar verk og svo allra hinna líka. Þannig að það mikið það hérna í heiminum. Og það eðlilegt. Heimur byggir ekki á neinu nema ósannindum. Og hvaðan þessi ósannindi komin? Frá höfðingi heimsins, Satani. Þannig að þetta skýringar á öllu. Og sumir vilja nú ekki eiga neitt við hann. Og viðurkenna þetta ekkert að þeir séu neitt í tíu með hann, en það að þeir eiga ekki heilagan anda. Og þar skilur á milli. Já, fix og ófix. Heilagur andi fer með þig til ríkis Guðs. Það bara heilagur andi sem getur gert þetta. Þannig að við erum daglega þakklátt fyrir það að við eigum hann, því ekki eru við neitt merkilegra fólk en annað fólk og bara jafn merkilegt. En af hverju fengum við gjöf heilags anda? Ég bara veit það ekki. Af hverju tók hann mig? Ég veit það ekki. En hann tók mig og hér ég að tala orð Guðs. Og hér ég að tala það sem hann hefur gert fyrir mig. Hér ég að segja þið frá því eina fyrir enn að ég sá Guð. Og ég sagði jú, það til Guð. Og það var fyrsta opinberun mín og ég var ekki neitt til að hissa, ég man það. Þetta allt saman laugstu fyrir mér áratugum seinna. Drottinn kemur oft með svarið bara löngu seinna og þá allt í uppgötaði það að ég þekkti hann. Og þess vegna var ég ekki þessa. Blessað, þú ert þarna, já. Bara eins og gammal kunningi sem maður ekki séð lengi og en með svona í hjarta sínu. Á þess kannski að vita alltaf, en svo heitir maður hann, já, blessaður. Hvað 30 ár síðan hittistu? Það eitthvað svoleiðis segir hann. Já, allt eins og það var. Ná, við erum báðir orðnir aðeins grári. Já, sumur uppgóttur. Það allt í lagi. Við erum sömu einstaklingar. Og það fyrir öllu. En Drottinn sá sem að við boðum og biðjum til og leitur á það hjá. Og með tímanum og kannski strax verður hann okkar aðal ráðgjöf í flestum atriðum og öllum atriðum. Og við í raun og veru gerum ekkert nema fyrst að leita hans að ráða að fá útleggingu í honum hvernig við eigum að gera þetta og hitt. Og þetta góð leið vegna þess að ef við gerum þetta þá höfum við leitað til fullkomleikans, myndu það, fullkomleikans, það nú stórt orð. Og að því að við fórum eftir því sem hann bað okkur að gera, að þá þetta bara flott verk. Og áratugum seinna horfum við yfir þetta flotta verk og það var alltaf bæst við það. Að þetta var svo góður grunnur lagður að þessu. Þetta að fylgja Guði, þetta að fylgja fyrirmælum Drottins að öllu leyti. Og þetta líka annað sem merkilegra að ef þú gerir þetta, þá ertu að sýna það, þá ertu að sýna sjálfum þér það, þá sýnir mér þetta ekki til mér varðar ekkert þetta, en þú sýnir sjálfum þér þetta,
að þú dáinn sjálfum þér. Og segir ekki Guð það að við eigum að gera það? Jú, hann segir það af hverju. Þetta er svo ég og minn vilji sé ekki að þvælast fyrir því sem að Drottinn vill. Minn vilji, hann heldur áfram. Það er ekki spurning. En minn vilji, að því ég er trúuð manneskja og heilt ef trúuð manneskja, þá verður minn vilji í raun og veru Guðs vilji. Þannig að ég ger ekki neitt sem ég veit að Drottinn myndi aldrei samþykja. Þetta er lærdómurinn líka. Og þetta er það sem við þurfum að fara með fyrir okkur sjálf. Já, þetta snýst mig. Og kannski læra einhverjir af því sem að ég er að gera, ég veit það ekki og ég pæla ekkert í því. En ég geri þetta vegna þess að ég vil sjálfur vera velþóknanlegu Guði. Og ég sjálfur sér pæli ekkert í hvað öðrum finnst það. Ég er löngu dáinn öllu svoleiðis þar að segja hafi ég einhvern tímann lifað þar. Ég líklega kannski til að byrja með var maður kannski svona pínlítið pempíulegu með sönd en það er ekki lengur. Og að tala Drottinn er bara mér mjög eðlilegt mál í dag. Það var kannski pínu svona, já, svona inn í mér til að byrja með, en það réttlæðist alltaf. Og fyrir mér er ekkert feimnismál að segja ég elska Jesús, ég fylgi ráðum hans og ég geri vilja hans. Mér er það bara heiður að fá að gera þetta. Eins og ég segi, þegar maður horfir tilbaka, ég er búinn að vera í þessu síðan 70, 89, eins og ég oft talaði mér hefur ekkert hleggst á. Það er ekki minnislóð neinn hrunadans, eins og ég slóð sumra kristinna manna sem að runnu á. Af hverju? Að þeir voru ekkert að gera Guðs vilja nema bara svona þetta í hug sjálfu. Já. Það er ekki að vera heilsteypt Guðs manneski og ég ræð alveg þessu sjálfur. Ég geti verið þarna og runnið á, já, alveg svo margir aðrir. En það hefur ekki gerst ennþá, vegna að ég passa mína trú. Er það ekki styrkur að gæta þess besta sem maður á? Jú, það er styrkur. Ef ég geta, þá getur þú það líka. En þú verður þó að gera það alveg eins og ég. Þú fyrir þig og ég fyrir mig, þannig er þetta. Af hverju? Af því að trúin er einstaklingsmiðuð. Það er öllum gefið sami skammtur á trú, það er ekki spurning um það. Og allir sem að trúa fá heilagan anda og hann er bara þessi stærð, já, hann gleypir okkur alveg. En síðan er það spurningin það hvað við erum að nota hann. Notum hann daglega, verður hann besti vinur okkar, en hvernig er þetta? Ef hann verður besti vinur okkar, sem er best, þá er það vegna þess að okkur tókst að deyja heiminum. Með öðrum orðum að deyja heiminum merkir það að það er ekkert þar sem þú neitt sækist í. Og þú bara lætur það hafa sem þú hefur bara hér og nú. Og hvað er það? Horfðu í kringu þig og sjáðu það. Ég veit ekkert um það. En kannski og mögulega segir þú, alveg svo ég, hvort sem að við höfum mikið að lítið umleikið, ég hef alltaf öllu. Ég man alltaf eftir mynd sem ég sá af trúari konu sem þá var orðin roskin sem ég var svolítið heillaður af og þetta var í upphafi trúargöngu minna. Ég sá bara lítið herbyggi, kannski 10 fermetrar herbyggi og inn í þessu herbyggi var náttúrulega rúm. Við hliðinn á rúminu var borð og yfir borðinu gluggi, svo einn stóll til að sitja við. Og þetta var allt það sem hún hafði þessu blessaða konin í þessu herbyggi og mér var starfsýnt á þetta. Og veistu hvað kom upp í huga minn þegar ég sá þetta? Nægjusemi. Það er þetta sem að Kristur gefur, hann gefur þessu nægjusemi. Þú þarft ekki að vera með allt í kringu þig bara vá. Getur bara sætti við þetta eru svona grunnþarfir og trúin, hún er eiginlega fyllingin á öllu hinu. Þannig að þú sér bara trúna.
í hjartanu þínu, en ekki þennan búna. Þú getur sest við stól og kannski bara hún, kannski var elda og hún fór með, hvernig sem það var, ég veit ekkert um það, ég veit ekkert hvar hún var eða við hvaða aðstæðum hún bjó, nema ég man alltaf eftir þessari mynd að þessu litla herbergi með þessum búnaði í, einhvern 3 hlutum og kannski einni mynd á vegg, eitthvað svoleiðis. Og ekki annað að sjá hana að þessi kona veri alveg svoleiðis bara í skýjónum af hamingju. Þannig að hamingjan ekkert endilega, hún er þetta í raun og veru. Þú átt Krist, þú átt til heilagan anda og hann gefur þér allt, hann er fyllingin. Og þetta er það sem að kristinn maður skilur, en vantrúin skilur ekki af því hún er vantrú. Það er alveg himinn og haf og milli trúar og vantrúar. Trúin, hún skilur, henni er gefið að skilja allt, segir nú drottinn. Vantrúin, hún skilur ekki neitt og allar að síðst að einhver kettling hann í smá herfiki, hún bara ánu það. Hvernig er þetta hægt? Þetta er ekki hægt. Nema þú eigi trú, þá er þetta hægt. Þá er þetta allt saman bara aukaatriði. Við þurfum auðvitað öll rúm til að sofa í og auðvitað eitthvað svona í kringum okkur. Hafði maður það, sumt fólk, ef það hefur það, þá er þetta bara fínt. Mér vantar ekki neitt. Segja það kannski aftur og ítrekað. Ekki svo að skilja, ég myndi nú vilja búa við þetta, en ég þarf þess heldur ekki. Ég má alveg vera með það sem ég vill. Og ég er með það sem ég vill. Kannski of mikið sums staðar, en er með það sem ég vill. Og meira það sem ég tel mig þurfa. Bara fyrir það sem ég er að gera. Þannig að auðvitað verður hver og einn manneskja að lifa sínu lífi og það er ekkert rangt í það að hún fái það. En sem sagt, niðurstaðan er, trúin er nægjusemi. Trúin er eitthvað sem við viljum hafa, sem við viljum ekki að fari. Og við vitum hvað við gerum til að hún fari ekki. Við lofum Guð, við lofum Jesú, hér og nú. Það er það sem við gerum. Gerum við það? Já, eftir rúm 30 ár, kannski nálægt 40 árum, þá segir það manni það að viðkomandi hefur gert það, jú. En hvaða menn eru eftir bráðum 40 ár, ef ekki hugmyndum. Margir sem betur verið eru nú á samastóðu ég hvað þetta varðar og ég þakka Guði fyrir það. En ég veit marga líka sem eru horfnir bara, ég veit ekki hvert. Maður reynir að grænslast fyrir þetta fólk bara til þess að vita svona hvað það er og það er ekki nokkuð leið. Það veit enginn hvað þetta fólk er. Ekki svo að skilja að menn séu endilega farnir frá Guði, en allavega virðast þeir ekki sækja neina samkomur þar sem að Kristur er boðaður og lofaður og lofsunginn. Allavega sér maður það ekki mikið þar sem maður er sjálfur. En auðvitað verða menn bara að fá að ráða þessu og það er ekkert mitt að hafa neina áhyggjur af þessu og enda hef ég það heldur ekki. Mér nægir alveg mínar eigin áhyggjur og ég þarf ekki að vera að bera áhyggjur annarra. Það er því að það verður hver og einn að fá að lifa sínu lífi eins og hann vill sjálfur. Og ef að menn velja þetta þá bara hafa þeir valið það. En ég vil Krist og það er mitt val, það er mín ákvörðun og ég stend bara á þessu. Og svo hjálpum við Guð. Við þurfum að vera með þetta alveg á hreinu hvernig þetta virkar og verkar. Er við það? Ég veit ekkert um það. Ég vil allavega vera það. Já, ég tel mig vera það, já. Hvað er að gera hef ég ekki hugmyndum? En það er það atriði því að eins og við höfum verið að tala þá verður hver og einn að fá að lifa sínu lífi. Ég get ekkert hlutast neitt til það og dytti það ekki til hugar eins og hvað þá heldur mér að fyrir utan það að þá hef ég ekkert um það að segja. Hafi maðurinn tekið ákvörðun að þá bara fer hann og gerir sín ákvörðun. Var röng, var rétt. Það verður bara komið í ljós.
að ganga af vegi Drottins, það rétt ákvörðun? Fyrir kannski viðkomandi, já, það rétt ákvörðun. Ég segi það ekki til rengri ákvörðun. Og bara stenda á því. Þannig að við þurfum að byggja upp í okkur trúna til að ekki neitt svona komi upp, fara. Og hvað sagði ekki Pétur? Hvert hefur að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs. Það eru svona haldreipi sem við höfum ef að þeirri stund kemur þar sem að þetta orðið eitthvað vafaatriði, hvort við höfum haldið þess áfram eða ekki. Þá getum við gripið til þessa haldreipis, til að mynda þetta, hvert hefur að fara? Þú hefur orðið eilífs lífs og við hvernig hann að tala þar? Við vitum hann að tala við Jesú. Hvert hefur að fara? Segðu mér það. Það ekkert að fara. Við höfum engan stað. Við erum á góðum stað. Og við komstum alltaf að þeirri niðurstöðu, jú, þetta besti staðurinn. Og þess erum við þar sem við erum. Að lofa Guð, gera vilja Guðs, segja frá Jesú, já, og vera undir hans afli. Þetta aflana sem akkur í. Það ekkert af jörðinni og jörðin sterkara þessu, ekkert. Við höfum mikið að sprengjum og það hægt að sprengja þessa jörð með kjarnorkunni alveg bara mörgu sinni skilst mér. Til þess að vera að þessu. Þetta allt saman leitt af Drottni. Þekkingin á jörðinni orðin slík í dag að við getum eittir bara eittir og bingo. En ógnarjafnvægi kemur í veg fyrir það ef við gerum það. Af hverju? Þjóðirnar eru með þetta líka. Og það vita allir að ef einhver setur kjarnorkusprengju á stað, þá gera hinir það líka. Þetta ógnarjafnvægi. Ég segi það, þetta af Guði leið, því að hann ræður tímanum. Það verður til nýr himinn og ný jörð, Drottinn talar þannig, en þekkingin og aflið hjá manninum af vitsmunum slíkt að hann getur eitt þessu öllu bara 1, 2 og 3 búið. En það ekki mannsins að ákveða hvernig þetta hættir, heldur Drottins sjálfs. Hann ekki að hætta neinu, hann að búa til nýtt. Ég segi það, þess vegna var til þetta ógnarjafnvægi. Og ef þú pælir í þessu, þá var þetta ekki neitt rosalega rám. Hann setti þetta í þjóðirnar til að þær, já, sætu á sér að framkvæma. Og við erum búin að fá marga vonda stjórnmálamenn sem hafa viljað gera þetta. Og ég get lofað þér því að Hitler hefði gert þetta, hefði hann haft bara tækifæri til þess. Þeir voru að smíða kjarnorkusprengju. Og Bandaríkjamenn voru aðeins á undan þeim að smíða sína kjarnorkusprengju og henni var varpað á Nagasaki og svo annari á Hiroshima, þetta er náttúrulega skelfileg tæki, þá sáu menn hvað þeir voru með í höndum. Og þetta hrausum hugur við það sem þeir höfðu búið til. Og svo byrja þjóðirnar að koma með kjarnorkuvopn til sín. Og þessir eru konur með kjarnorkuvopn, sögðu þeir, og við verðum líka að fá kjarnorkuvopn. Þetta þetta ógnarjafnvægi. Og það þorir raun enginn að beita þessum vopni vegna þess að þeim verður svarað í sömu mynd. Það er alveg að reyna að þetta verður þannig að ef einhver byrjar með þetta þá verður svarað í sömu mynd. Og hver veit það? Þess vegna tel ég að verði ekkert þannig séð kjarnorkustríð og að maður fá ekki að eyða þessu bara einn þegar hann langar til sjálfur, eyða öllu líf á jörðinni. Þetta mikið vit í þessu, en svona hugsa menn. Og Drottinn veit að þessu, hann veit að þessu afli sem býr í huganum okkar. Að hann virkur í þessu efnum og út í það farið. En hann ætlar að gera þetta sjálfur og búa til nýtt úr því sem var. Og við fáum nýtt umhverfi, nýjar aðstæður og kringumstæður
Og svo kemur að því að við bara lifum öll í sátt. Hæ, blessaður, já velkomin, komdu og fá þér kaffi og við spjöllum saman. Hver sem er. Engar bindingar, engin höfn, allt eitt og saman. Þetta það sem Drottinn að vinna að, þetta það sem hann að gera og hann ætlar að gera þetta sjálfur. Þannig við sjáum að þekking manna, hún er náttúrulega orðið slík í dag eins og við vorum að tala og þetta vitum við að það verður einhvern veginn að bremsa það af. Og það segi ég að sé þetta ógnarjafnvægi sem er í heiminum í dag og hefur verið alveg síðan að kjarnorkusprengjan var fundin upp og hún sprengd og menn sáu hvers slags vopn þetta var. Og hvað eru margar þjóðir í dag með kjarnorkuvopn? Það eru fleiri hyggi en þið grunnar. Þannig að þetta er mikið af þeim. Þannig að með þetta veldur því að það þorir enginn að gera neitt með þessa kjarnorku. Og það má þakka það. Og þetta er bara Guðs vilji. Því að hann ætlar að tala síðasta orðið í þessu máli. Og enginn annar. Og það sem hann ákveður það líka verður. En að getum mannana. Og þekkingu. Hún er orðin alveg svakaleg. Að öllu leyti. Við sáum bara þekkinguna hvernig hún hefur vaxið að það er meira og minna búið að eyðileggja öll þessu lönd í mengun og alls konar vitleysu. Af þekkingu manna. Það er verið að setja alls konar út í matinn okkar sem að auka vöxtinn og gera þetta svolítið kraftmikið. Þetta kemur fram í, við erum að borða fæðu, sleppur á þessu. Við erum ekki alltaf viskuna megin, en þetta er það sem að Drottinn veit af og ég er bara þakklátur fyrir það. Þannig að hann er ekki búinn að týna neinum áttum. Þetta er bara planið á þessari einhverjum tímapunkti þá gerist þetta, nýr himinn og nýr jörð, sem hann gerir sjálfur, ekki maðurinn. Þannig að það er alveg ljóst að maðurinn mun aldrei tortíma öllu lífi, en hann getur það í skjóli máttadsins með kjarnorkunni. Hann getur það. En hún verður ekki notuð. En samt gerist það sem Drottinn hefur talað um. Þetta er hann sá sem á síðasta orðið eins og orð Guðs segir. Að öllu leyti, og þetta er, kæru vinir, huggunin í þessu öllu saman. Við þurfum ekkert að óttast. Þess vegna skulum við bara lofa Drottinn þeim meira núna. Þegar hann ætlar að redda þessu. Og hann mun redda þessu. Kannski lifi ég það að hann reddi þessu bara á meðan ég er hann á jörðinni, kannski ekki. En allavega að verða einhverjir þá og ég verð með vegna þess að þó ég fari, þá fer ég ekki. Ég bara fer til Drottins og svo, já ég veit ekki hvernig. Þetta verður allavega þannig að þessi gamli, ég veit ekki allan lifir. Það er gott. Ég veit að það gleður þig. Alveg svo það gleður mig líka að vita að þú ert á sömu leið og ég. Já, þetta gleður okkur. Að því við hefum góðan Guð. Þetta gleðja. Með ekki einhver skeifukarl sem að brosir aldrei. Það er til svoleiðis kæjarmaður sem brosa aldrei. Þeir eru alltaf í hýlu. Sumir eru bara alltaf í hýlu. Og það lítur að vera eymdarlegt líf. En í raun og veru er ekki hlæjandi að þessu. Þetta er bara auðvitað vorkinni með svona fólki sem að sér aldrei glaðan dag. Af hverju sér það ekki glaðan dag? Þetta á engin skilyrði í hjartanu sínu. Það sem þetta allt er. Þannig við sjáum ástæðuna fyrir því að við erum að boða Jesú. Hann gefur þetta fallega brosandi andlit og gleði fullt af já, hlátri þess vegna. Þetta er munurinn á það að fylgja Jesú og fylgja honum ekki. Og ég horfi til bjargræðis Drottins og ég segi, hann mun redda þessu. Við horfum á kjarnorkuna
En hún mun ekki gera neitt nema bara eyðileggja ef hún verður notur sem verður ekki og ég þakka Guði fyrir það. En það komið tími og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.